Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Hann helgaður konum og krabbameini og hingað til mín þar komnar Þórunn og Magnea. Þið eigið það sameiginlegt að hafa komið báðar fram í þættinum ungt fólk og krabbamein og það sem þið sögðuð ykkar sögu. En það sem langaði svona aðeins að heyra bæði þið eigið svo margt sameiginlegt sem kannski fólk átta sig ekki á og ég vissi ekki til dæmis. Og eins líka bara hvernig lífið gengur í dag. Ef við bara byrjum á þér Þórunn, hvernig þekktust þið eitthvað? Já, við unnum saman. Þið unnuð saman? Já. Hvar var það? Hlíð. Og hvað? Hvernig, var það eitthvað, vissuð þið að hinn var komið krabbamein, hvernig var það? Sko, ég veikist á undan. Já. Og þegar ég að snúa aftur til vinnu, þá hún að byrja sína baráttu. Já. Og ég man að ég rakst á hana þegar ég var að snúa aftur til vinnu, þá var hún að skila inn vottorði og bara hætta. Hvernig var þér við þá? Mér finnst þetta svona, svolítið svona skelfilegt. Ég held að það sé orðið sem ég ætti á svona vinnustað, af því það var líka önnur búin að veikjast á undan mér, svo kem ég og svo hún. Svo mér fannst þetta svolítið svona skelfileg tilhugsun á þessum litla vinnustað, hvað við erum margar búnir að veikjast. Og ungar konur. Og ungar konur líka. Já. Og hún með sína stelpu bara nokkra mánaða. Já. Sko, bara svona fyrir þá sem ekki hafa séð þættina, bara farðu aðeins fyrir mig stutt yfir þína sögu, Magnea, bara hvenær þú greinist og... Já, ég greinist sem sagt í maí 2014, þá með yngstu 6 mánaða, aðra 3 ára og aðra 5 ára. Og það rosa mikill brakki í fjölskyldunni minni, þannig að ég missti marga svo mánuðina eftir pappa og frænka mína og afa og ömmu og þarna bara skelfilegt tímabil. Og svo greinist ég aftur núna í mars á þessu ári. Já. Og en þú Þórunn, þín saga í stórum dráttum? Í stórum dráttum, ég greinist í maí 2013 og það svona ár sem fer í þessa baráttu, sný aftur til vinnu, svona mitt árið 2014 og gekk í gegnum geisla og lyf og fór líka í skurðaðgerð, þar sem þetta greinist. Og þitt var Hodgkins, var það ekki? Já, það var Hodgkins. Og þú með brjóstakrabbamein og svo skelgildiskrabbamein í seinna skipti. Já. En það svo margt sem tengir ykkur, þið báðar, já, þú átt eina dóttur og þú 3. Og þannig það að vera sko mæður með krabbamein, það kannski svolítið öðruvísi, heldur en... Já, algjörlega. Já. Hvað finnst ykkur eiginlega flóknast í því? Maður þurfti svolítið að vernda börnin. Af því mín skynjaði þetta mjög sterkt. Hún var bara 6 ára þá. En börn eru bara svo næm. Og maður þurfti svolítið að vernda hana. Og ég get rétt ímyndað með hvernig þetta var hjá henni með, þú veist, 3 stelpur og eina svona litla. Sem þarf mikla athygli. Og fara svo í gegnum þetta og einhvern veginn að reyna að deila þessu öllu niður. Ég get ekki ímyndað með hvernig það var. Mér fannst alveg erfitt að vera bara með bara eina. Dáið staðir. Takk fyrir það, sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Það hefur verið flókið. En svona, hvað hefur gerst? Nú komið þið í þáttinn og hvernig var það, til dæmis fyrir þig? Þetta alveg heilmikið skref að koma með sína, leggja svolítið líf sitt fyrir alþjóð. Já, það það. Já, það meira en að segja það. Já. Hvernig leið þér svona á eftir? Gastu horft á þáttinn? Já, ég ætlaði nú ekki að horfa á hann fyrst, en svo gerði ég það og ég bara mjög ánað með hennar þátt. Ég ákvað að taka þátt í þessu verkefni með ykkur, með þá von í brjósti að geta verið einhvers konar hvatning eða einhver hjálp fyrir einhvern einn þarna úti. Já. En viðbrögðin sem ég búin að fá, þau eru rosaleg.
Ég fekk símhringingar bara stutt eftir þáttinn frá fólki sem ég kannaðist við og þekkti nánast ekki neitt og það er búið að stoppa mig hérna niðri í bæ að bláakunnugu fólki og þakka mig fyrir hjálpina og kona út á Glerártorgi daginn sem stoppaði mig og spurði hvort hún mætti faðma mig og þannig ég er búin að fá rosalega mikil viðbrögð og sem eru líka góð fyrir mig í minni baráttu eins og eftir ég greindist í vor. Ég er náttúrulega búin að vera í sveiflum upp og niður og þá er alveg gott að fá knús frá okkur og kunnugu konu á miðju Glerártorgi, sko. Það hjálpa manni alveg. Já, og það er sama hjá þér, þú fyrst mikil viðbrögð. Ég er ennþá að fá viðbrögð, sko. Fólk er að bara þakka mér fyrir þetta og segja hvað það hafi verið flottur þáttur og það sem ég fannst svo mikilvægt að koma út úr mínum þætti að fólk er að sjá þetta svona að maður er ekki bara alltaf að geta hress út af við það er þessi þreyta sem er þarna bakvið og eins og ég sagði að ég er að kenna og þá gef ég alla mína orku í það en fólk sér ekki hlutan á undan þegar ég ligg kannski í 3 tíma og er að hvíla með að sefa eða eitthvað. Mér finnst það svo mikilvægt að fólk fekk að sjá þá, að fá þá innsýn og það er búið að benda mér svolítið og þakka mér fyrir það. Þann hluta. Já, bara opna augu fólks fyrir skilning, auka skilning. Þetta snýst svo mikið fræðslu. Já. Og bara, mér langar að segja ykkur hvað við erum þakklátt fyrir að þið tókuð þátt í þessu og deilduð ykkar sögu því að það skiptir máli. Og fræðsla er bara af hinu góða. En hvernig svona er lífið í dag? Nú, eins og hjá þér, Magnea mín, þú ert... Já, ég náttúrulega fór í þetta geislajóð í sumar og ég er rauninni staða mín í dag bara bið. Ég er að bíða eftir því að fá að vita hvað geislarnir gerðu mikið fyrir mig og hvert framhaldið er. Ég bara bíð eftir því. Hvernig notarðu biðina? Bara að reyna að gera eitthvað allt annað en að hugsa hana. Njóta bara. Já. Það er kunst. Já. En því er ekkert að sitja heima og velta sér upp úr þessu. Maður bara lifa og njóta. Það er bara svolítið svoleiðis. Lífið er núna. Já. En þú, Þórunn mín, hvernig er þitt líf í dag? Ég var að byrja niður í vinnu. Nú, til hamingju. Takk fyrir. Og hvað ertu að vinna? Ég er komin mér á HSN og var að taka verkefnastjórastöðu þar. Í nýju teymi, svona verkjateymi. Já. Og er bara að fara að vinna við að móta það starf og hlakka mjög til þess. En líf mitt er svona bara svipað það hefur verið. Það er þessi þreyta og hlust á líkamann þá maður nenni því svo alls ekki, ég veit að þú kannast álaga þetta. Ó já, þetta er svona. Og mann finnst eins og ég stundu upplega mig þegar ég sofna heima og svona og stelpa mín bara eitthvað sjálf að dunda sér og svo kannski vakna ég og bara vá, það var að koma kvöldmatur og mér líður stundum eins og ég sé ekki að standa mig og tengir þú við þetta? Ó já. Já, og maður verður bara einhvern veginn að ýta þessu frá sér, þetta er bara þetta sem við þurfum að takast á við og ég var alveg orðið fyrir fordómum út af þessari þreytu í minni vinnu, fyrri vinnu sko, að þá var fólk bara, af hverju getur ekki tekið kvöldvaktir, af hverju þú bara hamast út í bæ og sprikla þarna en bara fólk sér ekki það sér aldrei alla myndina. Nei, það er það sem maður langaði svo að koma til skil og þú tengir alveg við allt. Og þið gerðu það svo aldeilis og bara, ég bara vil ítreka þakkir okkar og vona ykkur gangi allt sem best í framtíðinni. Takk fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk. Takk.